Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 21. ágúst 10. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins sama á síðasta sunnudag, gjafir andans. Í lektíunni sem úr Jeremía segist Guð vilja móta manninn eins og leirkerasmiðurinn mótar kerin sín. Í pistlinum Páll hryggur yfir blindu Ísraelsmanna að þeir skyldu ekki þekkja Krist því að þeir séu ættfeðurnir og hafi ritningarnar. Og í Guðspjallinu grét Jesús yfir Jerúsalem, því að hún þekkti ekki sinn vitjunartíma. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boð komu til Jeremía. Orðið sem kom til Jeremía frá drottni. Farðu nú niður í hús leirkerasmiðsins, þar mun ég láta þig heyra orð mín. Ég gekk því niður til hús leirkerasmiðsins einmitt þegar hann var að vinna við hjólið. Mistækist kerið sem hann var að móta úr leirnum, bjó hann til nýtt ker eftir því sem honum sýndist best. Þá kom orð drottins til mín, get ég ekki farið með ykkur Ísraelsmenn eins og þessi leirkerasmiður gerir, segir drottinn. Þið eruð í hendi minni Ísraelsmenn eins og leirinn í hendi leirkerasmiðsins. Stundum hóta ég einhverju þjóð eða konungsríki að uppræta það, brjóta það niður eða eyða því. En hverfi þessi þjóð sem ég hef hótað frá illri breytni sinni, iðrast ég þeirra ógæfu sem ég hafði ákveðið að senda yfir hana. Stundum heiti ég einhverju þjóð eða konungsríki að endurreisa það eða gróðursetja, en geri hún það sem illt í mínum augum án þess að hlýða boðum mínum, iðrast ég hins góða sem ég hafði heitið að gera henni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þemað í dag gjafir andans, en textar dagsins falla fremur í þá átt að menn hafi hvorki hlustað né hlýtt Guði og hafi þess vegna fremur farið á mis við gjafir andans heldur en að hafa notið þeirra. Drottinn Guð segir Jeremía að hann vilji fá að móta líð sinn, Ísraelsmenn, eins og leirkerasmiðurinn mótar kerin, en líðurinn þverskallaðist við að hlýða lögum hans. Fram að tíma Móse var ekkert lögmál, en á göngunni yfir eyðimörkina talaði Guð til Móse og sagði: Kom til mín upp á fjallið og dveldu þar. Ég skal fá þér steintöflurnar, lögin og boðorðin sem ég hef skráð til að leiðbeina þeim. Og á næstu árhundruðum sendi Guð hvern spámanninn á fætur öðrum til að rétta stefnuna þegar líðurinn fór afvega, en ekkert dugði. Textinn í dag segir að óhlýðni við lögmálið flokkist sem ker sem mistókst. Við verðum að átta okkur á því að mistökin eru ekki af hendi leirkerasmiðsins, heldur vegna galla sem kom fram í efniviðnum, og þar verið að vísa í hið frjálsa val sem að við höfum í öllum okkar ákvarðanatökum. Í textanum segir Guð Jeremía að ker sem mistakist verði brotið niður og því eitt, og í tengslum við svona setningar heyrum við oft talað hinn grimma Guð Gamla testamentisins. Guð sem harður dómari og refsar miskunnarlaust. En þetta álit spurning viðhorf. Í barnastarfi og í fermingafræðslu hef ég stundum spurt börnin hvort þau viti einhver stað á jörðinni þar sem ekki gilda neina reglur. Og niðurstaðan alltaf sú að það gilda allsstaðar reglur, sérsniðnar reglur sem taka mið af stað og stund. Og ef við brjótum þær eru viðurlög. Það sama gildir lög Guðs.
Við veljum og þurfum að taka ábyrgð á valinu. Við fáum umbun eða fáum það sem menn kalla refsingu. Ég vil meina að hugtaki refsing sé ekki rétt hugtak þegar við tölum lög Guðs, því að þar gilda ekki almenn refsilög. Ef við veljum að fylgja Guði okkur launað ríkulega, en ef Guði hafnað, segir það sig sjálft að þeir sem hafna honum fá engin laun. Það að fá ekki laun fyrir það sem maður trúir ekki á ekki refsing. Þess vegna í raun rangt að líta á höfnun á Guði sem refsingu. Það val. Og ef Guð segir að það hafi slæmar afleiðingar fyrir viðkomandi, þá trúum við því, en hinn vantrúaði tekur því sem hótun. Enn höfum við val og enn í grunninn sömu lög í gildi, en í einfaldara formi því að Guð sendi okkur frelsara. Í Jóhannesarguðspjalli segir, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Guð kærleikur og kærleikur hans svo mikill að hann gefur okkur frelsi til að velja. Versið segir að það ekki Guð sem dæmir okkur, heldur við sjálf. Og við verðum dæmd eftir okkar eigin vali. Nú vilja einhverjir halda því fram að Guð Nýja testamentisins sé ekki sá sami og í Gamla testamentinu. En í Síraks bók segir, hann, það að segja Guð, einn og hinn sami frá eilífð til eilífðar. Og í Jesaja segir Guð, ég, Drottinn, hinn fyrsti og með hinum síðustu ég enn hinn sami. Og í Opinberunarbókinni í Nýja testamentinu segir Guð, ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Í gegnum spámenn eins og Jeremía reyndi Guð að snúa þjóðinni til sín með misjöfnum árangri, því að þjóðin enn við sama heygársotnið í Nýja testamentinu. Í pistlunum segist Páll postuli kveljast yfir blindu gyðinga. Þjóð Guðs sem beið komu frelsarans þekkti hann ekki þegar hann kom. En Páll segir þeir eiga frumburðarréttinn, dýrðina, sáttmálana, löggjöfina, helgihaldið og fyrirheitin. Þeirra ættfeðurnir og af þeim Kristur kominn sem maður, hann sem yfir öllu, Guð, blessaður að eilífu. Amen. Ísraelsmenn voru komnir langt frá Guði og leiðtogarnir voru blindir á boðskapinn, þó þeir læsu ritningarnar í musterinu árin út í gegn. Og í Guðspjalli dagsins segir, því Jesús kom nær og sá Jerúsalem, þá grét hann yfir henni. Og hann sagði, þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér og ekki láta standa steini við steini í þér, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunartíma. Ef fólkið hefði leyft orði Guðs að vinna í sér, verið opið fyrir spádómunum og ef að trúarleiðtogarnir hefðu tekið á móti Jesú og viðurkennt hann sem Messías, hinn smurða son Guðs, væri friður Guðs yfir Jerúsalem. En vegna þess að Jesú var hafnað, dró Guð vernd sína yfir borginni tilbaka. Rómverski hersæðinginn Títus umkringdi borgina, stráfelldi unga sem aldna og stóð ekki steini við steini musterið féll 70 eftir Krist. Og þar sem musterið stóð, stendur nú á sama stað moska Íslams. Það varla hægt að ímynda sér skýrari yfirlýsingu frá Guði að hann hafi yfirgefið svæðið. Þemað í dag gjafir andans og Guð sendi okkur hjálparan heilagan anda
og fái andi Guðs að vinna innra með okkur fær kærleikurinn að blómstra í lífi okkar. Eins og lögmálið forðum sem að Guð sendi Ísraelsmönnum til leiðbeiningar, þá heilagur andi okkur núna til leiðbeiningar og halds og trausts. En stundum erum við blind á það sem er rétt, satt og æskilegt. Því að við erum með aðrar hugmyndir eða áætlanir. En eins og Jeremía var bent á í upphafi, þá vill Guð fá á mót okkur eins og leirkerasmiðurinn mótar kerin sín. Og tækin sem Guð notar í dag við þessa mótun, tækin sem að jafngilda höndum hans, er boðorð hans. Að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesú Krists og elska hvert annað. Og í Jóhannesarguðspjalli skerpir Jesús á þessu hann segir: nýtt boðorð gef ég ykkur, að þér elski hvort annað. Eins og ég hef elskað ykkur skulu þið einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Og í fyrra Korinthubréfi segir Páll að kærleikurinn sé mestur. Því Guð er kærleiksríkur Guð sem vill okkur allt til besta og hann vill ekki að neinn glatist. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.